Ómar Ragnarsson, fulltrúi í stjórnlagaráði, það er 18. ráðsfundur í dag og þetta er síðasti ráðsfundur stjórnlagaráðs. Hvað verður tekið fyrir í dag? Við munum klára það verk sem við byrjum glæsilega í gær. Við samþyktum næstu því 80 greinar nýrrar stjórnarskrár. Það er frágengið. Nú er bara þriðjungurinn eftir. Og ef þetta verður jafn glæsilegt og flott í dag eins og það var í gær, þá erum við að upplifa mjög bjartan og eftirminnilegan og óvenjulegan dag núna. Fæðing þessara stjórnarskrár hefur á sjálfsögðu ekki verið auðveld. Við færðumst í fangverk sem erlendir sérfræðingar sögðu að hefði aldrei verið ætlað að vinna á svo skömmum tíma á svo fáu fólki. Við fórum af stað í þetta verk, tókum það að okkur og fyrir sérstök heilindi, drengskap og samvinnu vilja og verkfýsi hér, að þá hefur maður upplifað eitthvað ánægjulegasta verk sem ég hef tekið þátt í á minni löngu ævi og ég er mjög glaður yfir því hvernig þetta gengur núna. Auðvitað hefur þetta ekki verið þrautalaust. Auðvitað er þessi stjórnarskrá sem við erum að setja fram, hún er málamiðlun, en þannig verður það hvort þið er í þjóðfélagi eins og okkar. Það geta engir fengið sitt allt fram. Nei, ég er mjög ánægður með útkomuna sem stefnir í og til að þetta verið tímamót hvort sem þessi stjórnarskrá verið notuð eða ekki. Hvert ánægðistu með? Ég er ánægðastu með það sem kannski ég lagði sjálfur upp með, af því að mér fannst mesta ögrunin vera mannréttinda og náttúrukaflinn sem er þarna og ekki síður þar sem okkur var leyft að sleppa, sem voru kosningar og kjördæmi. Okkur tókst að leysa seinna málið tiltölulega snemma á mjög flottan hátt og hitt er glæsilegu kafli og mér líst ákaflega vel að það sem við höfum gert. Ég get ekki annað að vera ánægður vegna þess að ég tók þessi 2 mál út úr í stefnuræðu hér í upphafi og þetta hefur tekist. Auðvitað var þetta erfitt núna í lokin þegar við þurftum að bræða þetta allt saman í eina heild þannig að allir væri með í þessum báti sem var þá í Brimgarði á leið í gegnum Skerjagarð, en mér sýnist að við séum nú að komast í gegnum Brimgarðinn og inn á fjörðinn.